It's shaping up to be a wonderful holiday, not your normal average everyday. Drullar í burtu, kjalling. Hvað ertu að hugsa, hálfvitinn minn? Hvað ertu að hugsa, þetta heimska kettlingin? Ertu klikku? Helvítis kettlingur.
Finnst þér þetta í lagi? En að keyra eftir að hafa fengið sér einn. Finnst þér það í lagi? Á eignast þarna kærustu, alveg drauma kærustuna sína og þau pössuðu svo vel við hvort annað alveg eins og þetta hefði verið mjög gaman ef þau hefðu átt líf saman. Hún hefði getað farið allar þær brautir sem hún hefði viljað. Lífið bara brosti við henni og hún reyndi eins og hún gat. Hún elskaði að batsa út af lífinu og hún fórnaði honum samt fyrir fíknina Fíknin vann alltaf. Því minnist þess alveg yndislega stelpu og bara ekkert vant í henni.
sun shine, not a single cloud. Bye bye rain, oh let's spend the day together. Oh let's spend. Það var ofsalega skemmtilegu krakki, svona ljósarður með krullur og alltaf hlæjandi og það svona krullunar á svo gleri og hann svona eitt af því sem einkenndi hann og látur hann hans. Hann átti einn draum, hann svo fárálega einfaldur. Hann átti draum það að vera heilbrigður og geta unnið. Mamma, getur hvað? Við fengum húsið. The day is ending, little one. Þetta að gerast. Pretty soon the sun is gone. Dusk is setting in to say goodnight. Hvað finnst þér? Happy stories from today. You always have so much to say. When we should be turning down the light. Lay your little hand in mine. Now is your bedtime. All around us slowly lights fading. Snuggle up here with me. This is where I want to be. Treasuring the memories we made. Já, það margt sem að gera hérna. Það bara þannig. As I sing a little song. Við erum hérna á kvöldin, helgar. And you softly hum along. I know you are ready for some rain. Wherever you may go, I hope you always know I love you more than anything. Ímyndaðu þér að þú sért gangandi. Þú ert annars hugar og rekur tána í. Þú hrasar og fellur til jarðar. Við fallið margfaldast þyngd þín. Hraðin 7 km á klukkustund þegar þú skellur á jörðina og þú rétt nærð að bera hendurnar fyrir þig. Ímyndaðu þér nú 10 metra fall. Við það eykst hraðin í 55 km og þyngd þín 25-faldast. Engar hendur ráða við það. Þetta einfalt. Notum bíl... Og þegar við spurðum hann, líður svo neitlega, hvað var það sem olli því? Og þá sagði hann bara, mamma hreinskilnislega, mér fannst þetta gott. Bara frá fyrsta kvöldi, þá var hans ferill markaður. Og hann barðist eins og hann gat við það, en þetta tók yfir.
Þetta mátti ekki. Ég má, víst, Nei, það er fjórir þeirra. Nei, við kannum að gera það. Gera það. Ég get Hann var með Haugum í handbolta og það tilmyndaði það sem hann Íslandsmeistari með Ásgeiri Erni og Palla frænda sínum. Við bara skiljum ekki ennþá í því við skildum tapa þessu. Þegar ég upplifði það svona tap, það mér finnst bara alveg svakalega skrítið að við skiljum ekki það hjálpa hann. Þetta hann Dóri. Hann vinsæll og á marga góða vini. Heppinn. Hann byrjaði með sætustu stelpunni í skólanum. Heppinn. Það alveg sama hversu oft hann keyrir undir áhrifum eða hratt. Hann aldrei stoppaður. Heppinn. Hann var sá eini sem komst lífs af þegar hann velti bílnum sínum fullur. Heppinn. Nú þarf Dóri aldrei að vinna framar. Hann býr í fríu húsnæði þar sem vel hugsað hann. Það þarf í rauninni ekkert að gera nema að sitja á rassinum og horfa út í loftið. Heppinn. Tökum heppnina úr umferð. Vís.
Do you live here with your family? Yeah. Áttu fjölskyldu í Palestínu? Mikið erfitt. Það er erfitt. Lífið. Já. Do you have any friends or something? Yes, I have. Má ég faðma þig? Já. Ég vona að þér líði vel hérna og ég vona að þú fái fjölskylduna þína hingað líka. Takk fyrir. Can I maybe give you a Nice. Eru krakkarnir að koma? Já. Talar alveg? Já, ég talar íslensku líka. Mér datt ekki einu sinni í huga fyrir að tala íslensku. Það er leiðis. Augun mín og augun þín og þá fögru steina. Mitt þitt og þitt mitt. Þú veist hvað ég meina. Langt síðan sá ég hann, sannlega fríður var hann. Allt sem prýða má einn mann, mest af líðum var hann. Því ég trega manna mest, mætt af táraflóði. Ó, að við hefðum aldrei sést, elsku vinurinn góði. An Icelandic whaler has returned home after killing the first fin whale in a commercial hunt for over 20 years. The whaling ship caught the 60-ton fin whale about 200 miles off the coast of west of Iceland. Hundreds of spectators cheered at the port to welcome the ship's return, even though a tiny percentage of Icelanders actually eat whale meat. Despite the IWC moratorium on commercial whaling, the Icelandic government defied international criticism to give out the new license. Þessi umræða, hún búin og hún varla til. Þetta eru nokkrar svona sérvitringagrúppur erlendi sem látið sér heyra og meira það nú ekki. But the Icelandic tourist industry has also concerns. More than 85,000 people have pledged to visit Iceland if, and only if, the government stops whaling. That's almost $100 million in potential tourist income, against a whaling industry worth less than $4 million at its peak. The government has allowed the whalers to hunt 9 fin and 30 minke whales in the 2006-2007 season. Greenpeace has condemned the killing of an endangered fin whale in Iceland and called for the license to be revoked. This decision by the Icelandic government to resume commercial whaling makes absolutely no sense. There is no market for the meat domestically and no market for the meat internationally. This seems to be just typical Icelandic stubbornness. In addition to Iceland's hunt, the Japanese whaling fleet will set sail to the Southern Ocean with plans to kill nearly 1,000 whales, including endangered fin whales. Once again, Greenpeace will be there to stop the killing of the ocean's gentle giants. Við örumst upp í rauninni á mjög venjulegu heimili þar sem við erum 3 systurnar og foreldrar mín í bæði vinnhaldi og mér finnst óbúslega margir þegar ég segi frá því að systur mín hafi látist úr ofneyslu að þau gera sama sem merki þarna á milli að hún hafi búið á götunni eða að hún hafi verið ein af þeim, ekki ein af okkur.
Þetta klikkuð bók, maður. Símaskráin komin út. Get one.